Þá komið að 7. lið á dagskrá, íbúakosningum skipulag Oddeyrar, til máls tekur bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það að ræða lið 4 í fundargerð bæjarráðs dagsetri 15. apríl 2021, þar sem farið yfir stöðu málsins og næstu skref. Meirihluti bæjarráðs lagði til við bæjarstjórn að farið verði ráðgefandi íbúakosningu áður auglýsta tillögu að breytingu á aðalskipulagi Oddeyrar. Íbúakosningin farið fram í gegnum þjónustugátt bæjarins dagana 27. til 31. maí næstkomandi. Jafnframt samþykkti bæjarráð framlagða áætlun vegna kynningakostnaðar að fjárhæð 1,8 milljóna króna sem færist af aðkeyptri þjónustu skipulagssviðs. Þetta mál á sér þann aðdraganda að í samstarfssáttmála bæjarstjórnar frá 22. september síðastliðnum en þar kveðið á að tryggt skuli að uppbygging þróunarreitar á Oddeyrinni fari í íbúakosningu í gegnum þjónustugátt og einnig kveðið á það í sáttmálanum að markvisst íbúasamráð verði eflt. Og ég vil bara leggja fram tillögu valkosti í íbúakosningunni. Það einn valkosturinn verður óbreytt skipulag, en það kveður á í aðalskipulagi eins og það núna að byggingar séu almennt ekki hærri en 4 hæðir. Síðan síðasta tillaga sem var auglýst af bæjarstjórn á breytingum á skipulagi á þessu svæði, þar sem hámarkshæð húsa 25 metrar yfir sjávarmáli, en það felur í sér að húsin geta verið 6 til 8 hæðir að hámarki. En síðan málamiðlunartillaga þar sem hámarkshæð húsa 22 metrar yfir sjávarmáli, sem felur í sér að húsin geta verið 5 til 6 hæðir að hámarki, en þó aldrei hærri en 4 hæðir syðst á reitnum. Og ég legg þetta til og legg til að bæjarstjórn samþykki að íbúakosningum ofangreinda kosti verði haldin og feli bæjarráði ásamt stýrihópi íbúasamráð að vinna að undirbúningi kosninganna. Það bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lokið máli sínu og orðið laust. Næst máls bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það kom nú vel fram í fyrsta liðnum undir ársskýrslunni hvernig staða bæjarsjóðs og skýtur svolítið skökku við að á sama tíma skulum við ætla að fara að eyða fé í eitthvað sem snýst ekki neitt. Það orðið ljóst að það sem átti að kjósa það ekki verið að kjósa það. Það verið að reyna að búa til einhverja kosningu eitthvað, svo að sé hægt að kjósa eitthvað til að uppfylla þessa kosningu. Mjög sérstakt mál. Það ætti raun og veru ekki að vera hérna inni til umræðu einu sinni. Það nú þannig að verktakinn sem á lóðina hann óskaði upphaflega eftir þessari kosningu, hann búinn að koma því skýrt til skila að hann ætla ekki að byggja hana. Það verður ekki farið í neina framkvæmdir á næsta ári og þessi bæjarstjórn á nú bara ár eftir. Þannig að ég sé enga ástæðu til þess að vera að eyða peningum í eitthvað sem við ætlum ekki að nota okkur. Og ættum þá að leyfa næstu bæjarstjórn bara að koma að hreinu borði þar og ákveða hvað vilja gera. Það kannski ekki verið að tala stórar fjárhæðir, en allar fjárhæðir skipta samt máli og hvernig við förum með fjármuni bæjarsjóðs. Og þarna fólk bara að leika sér. Og þetta bara rangt að gera svona. Og þeir bæjarfulltrúar sem að kjósa með þessu, það verður mjög fróðlegt. Vegna þess að það kom nú skýrt fram í máli bæjarstjóra áðan. Að hér þyrfti sennilega að fara að segja upp fólki í bænum. Það verður fróðlegt hvernig þessi bæjarfulltrúar kjósa þegar kemur að því máli. Ég bara vonast til þess að þetta verði fellt og við hættum við þetta.
því að þetta er ekkert inn eins. Takk. Það er bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson lokið máli sínu. Orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég styð það að við höldum þessa kosningu. Ég er mjög áhugasamur aukna uppbyggingu íbúðabyggðar á Oddeyri, ekki bara á nákvæmlega þessum reit, heldur Oddeyri í heild sinni og það eru margar ástæður fyrir því. Til dæmis er brýnt að stuðla því að fjölgi börnum á þessu svæði því að það er pláss fyrir miklu fleiri börn í Oddeyraskóla og miðbærinn á Akureyri, hann má alveg við því að eflast með meiri byggð svona í útjaðri miðbæjarins og þar er Oddeyri nærtækur kostur. Og svo eru náttúrulega líka hinn almennu rök fyrir þéttingu byggðar sem að eru bara aukin skilvirkni í almenningssamgöngum og snjómokstri og öllu mögulegu. Nú, við erum í þeirri stöðu á Oddeyrinni að vera með skipulag sem er búið að vera í gildi í 2-3 ár og gerir ráð fyrir áfram lágrekstri byggð á allri Oddeyrinni og því miður er þetta skipulag ekki að höfða til almennings né verktaka að ráðast þar í uppbyggingu eða endurnýjun á húsum með þéttingu og eflingu byggðarinnar. Þannig að ég vil líta á þessa kosningu sem svolítinn prófstein á það hvað er vilji og stemming til að gera á Oddeyrinni í heild sinni. Og svo getum við alveg farið í útreikninga á því bæjarfulltrúi Hlynur hvort að þessi 1,8 milljón sem þessi kosning mun kosta, hvort að það skila sér í gatnagerðargjöldum á næstu 5 árum ef okkur tekst að koma í gang einhverju uppbyggingu á Oddeyrinni. Ég er ekki hræddur við þann útreikning. Takk. Það er bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið máli sínu. Orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Búin að gleyma þér. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er svo margt í þessu máli. Þetta, í mínum huga, þá snýst þetta miklu meira heldur en bara skipulagið á þessum reit. Þetta er auðvitað ekki kosning deiliskipulagstillögu, þetta er kosning breytingu á aðalskipulagi. Eins og bæjarfulltrúi Andri kom inn á, þá er þetta kannski, getur verið vísbending til þá næstu bæjarstjórnar hug íbúa á Akureyri til uppbyggingar á Oddeyrinni, til hæða almennt á húsum í svona grónari hverfum og ég held að það sé gott að við séum að gera þetta þrátt fyrir að það sé stutt eftir þessu kjörtímabili. Það er ekkert víst að það verði farið inn einu uppbyggingu á þessu kjörtímabili óháð því, það er að segja ef það kemur út úr kosningunni að fólk íbúar hafi áhuga á breytingum. En það er þá búið að vinna mikilvæga vinnu sem að mun nýtast næstu bæjarstjórn sem að mun þurfa eins og allar aðra bæjarstjórnir að taka afstöðu til þess í upphafi kjörtímabils hvort að hún hefur hug á að breyta aðalskipulagi Akureyrar eða ekki. Við höfum talað það og tölum það í okkar samstarfssáttmála að við viljum byggja ákvarðanir okkar á gögnum. Þarna erum við kannski, má segja, að færa ákveðin gögn upp í hendurnar á næstu bæjarstjórn sem er að mínum mati mjög gott vegna þess að það er auðvitað þannig að þessi stutti tími sem að ný bæjarstjórn hefur til að taka afstöðu til að aðalskipulagsbreytinga eða ei, það er gott, því betri og meiri gögn sem að liggja fyrir því betra verður það fyrir þá aðila. Og svo held ég líka að þetta sé líka stórt skref. Ég var nú að benda á áðan í sambandi við skipulagstillögur að Kollugerðishaga hverfi að þar séum við í fyrsta skipti að fara í íbúasamráð, svona markvisst íbúasamráð uppbyggingu nýs hverfis og nú erum við í fyrsta skipti að fara í íbúakosningu þó að hún sé ekki bindandi. En ég held að þetta sé annað skref sem við erum að taka á þessu sama fundi í betra og meira íbúasamráðu. Ég er svo ánægð með það. Ég hef auðvitað lýst minni afstöðu til breytinga á aðalskipulaginu og
og þeim frekar mótfallin, vill fara mjög varlega í breytingar á skipulagi í svona grónum og eldri hverfum sem geyma mikið af minjum og svo eru alls konar atriði eins og hvernig fólki líður í umhverfi sínu og annað sem kemur inn í þá umræðu. En það er svona að segja að þessi umræða snýst meira heldur en það, hún snýst líka það hvernig við ætlum að heyra í íbúum okkar. Og þetta finnst mér bara alveg frábært að við séum að byrja á því og ég ætla nú bara að segja að þetta nú bara ekki hár verðmiði, 1,8 milljónir fyrir það sem á að vera mjög góð kynning. Það kostar auðvitað heilmikið að auglýsa, það kostar mikið að vinna auglýsingar, það kostar að fá auglýsingar birtar, það kostar líka að teikna upp skipulagsgögn. Það þarf nú hvort sem alltaf að gera ef að einhvern tíðan verður farið í eitthvað á þessum reit, þá verður allavega þessi gögn hugsanlega ekki ónýt, heldur verður hægt að nýta áfram. Þannig ég ætla að segja að þessum fjármunum gríðarlega vel varið í þetta. Það bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson. Já, fjármunum vel varið að þeir komi ekki úr manns eigin vasa, þegar maður ástæða frá öðrum. Sko, að tala gatnagerðargjöld í þessu samhengi, þar sem við erum ekki að fara að gera neitt. Við eigum ekki lóðana til að úthluta eða gera neitt þar. Þá bara verið að tala eitthvað svona út í bláinn, eitthvað sem gæti orðið. Ég bara að tala staðreyndir í dag, hvað þetta kostar í dag, hver staðan á málinu í dag, ekki hvað gæti orðið ef þetta eða hitt myndi gerast. Þessar tillögur sem komu fram sem á kjósum, það sýna nú kannski það svona málið í hnotskurn. Það engin munur á því sem verið að kjósum. Það bara verið að búa til einhverja kosningu, það ekki sinni samstæð hvernig hún að vera. Og þetta svolítið skrítið í alla staði, af hverju verið að þrönga þessu hér í gegn. En ég bara lýsi enn og aftur yfir að við eigum ekki að vera að einbeita okkur á svona málum sem við ætlum ekki að gera neitt með. Eins og Sóley Björk kom inn á áðan, bæjarfulltrúi Sóley Björk, þá þetta ekki eins og bindandi kosning. Hún á að vera ráðgefandi. Hvað ef að taka bara 500 manns þátt í henni? Hverslags ráðgefandi kosninga það? Ef fólk sér, í gegnum fingur sér, að það ekki verið að leyfa það í kjósun neitt. Ég átta mig bara ekki á þessu, hvað ráðgefandi við það og af hverju þorir þá ekki bæjarstjórinn að hafa hana bindandi? Af því hún vill ekki leyfa fólki að ráða hvað verður gert á hana. Þetta bara illa unnið og ég held að við ættum að hísum okkur buxurnar og sleppa þessu. Takk. Bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla nú að koma bara upp og lýsa skoðun minni hvað það varðar að ég styð þessa tillögu sem fram komin í íbúakosningu. Það hefur alltaf verið þannig að lýðræði kostar. Þetta í fyrsta skipti sem við förum fram með svona íbúakosningu eins og þessa. Það verður fróðlegt að sjá hvernig það tekst til. Við erum búin að koma okkur upp tækjum til að hafa hér rafræna kosningu í tækjabúnaði sem við eigum og erum með. Það kemur alltaf að því að við þurfum að taka ákvörðun það að ef við ætlum á annað borð að nýta þessa tækni, að finna þá mál sem að hafa eitthvað gildi. Og ég nú ekki alveg sammála bæjarfulltrúa Hlyni þegar hann segir að sé ekkert að kjósa. Það búið að setja hérna fram og kynna 3 kosti. Það 25 metrarnir sem eru 6 til 8 hæðir.
Það er 22 metrarnir sem er 56 hæðir og síðan óbreytt skipulag sem er að jafnaði 4 hæðir. Og það náttúrulega bara töluverður munur á þessum tillögum og sérstaklega þessari með 25 metra hæðina. Ef að, þetta er náttúrulega snýst svo það hvernig þáttaka í kosningunni verður. Og það er að sjálfsögðu undir okkur komið sem að ætlum að standa þessari kosningu að reyna að standa þá fyrir umræðu og hvetja fólk til að taka þátt. Og ég vil taka undir þetta með bæjarfulltrúa Sóleyju Björku að við erum kannski að leggja aðeins inn í þetta mál, þessa ímynd vilja Akureyringar stíga það skref að fá aðeins fleiri hæðir upp í loft til að þétta byggð eða ekki. Við erum að fá ákveðna vísbendingar út úr þessari kosningu. Þannig að þetta er alls ekki til einskis. Og það er líka annað í þessu. Við erum núna með ansi marga fjölmiðla. Sumir þeirra á sjálfstýringu eða bara stýringu hvers einstakling sem er aðili á honum og þar er fésbókin dálítið áberandi í þessu. Og þegar maður sér þessa umræðu af fésbókinni þá er hún bara svo villandi. Við erum enn að sjá gömlu teikningarnar af upphaflegum hugmyndum verktakans það hvað hann vildi byggja það. Hann fékk aldrei neitt vilyrði fyrir því að það er byggt. Það var eingöngu vilyrði það við myndum kynna þessar hugmyndir. En málið hefur þróast, það á sér stað heilmikil umræða, hún er öll neikvæð, meira að minna. Er það raunverulega þannig að íbúar séu bara heilt yfir neikvæðir í þessu máli gagnvart þessum breytingum sem við erum að leggja hérna til? Ég hef ekki hugmynd um það. Hvernig við að fá að vita það? Ég bara tel að við verðum að gera það með einhverju slíkum hætti sem við erum að fara að gera og í mínu huga þá skiptir engu máli hvað verktakinn ætlar að gera. Ef hann ætlar ekki að gera þetta, selur þessa lóð sem hann á þarna og ætlar bara að fara frá þessu verki, þá er það bara hans mál. En ef að niðurstaða liggur fyrir hvað við getum gert í þessu máli, fengið að heyra hvað íbúar ætla að gera, síðan býður okkar kvölin sem eigum þá völina að taka ákvörðun hvað eigi að gera það. Nú er búið að auglýsa þetta, það er búið að fá inn athugasemdir. Við erum að fara í þessa kosningu að því að við samþykktum það hér að fara í kosninguna. Þá var talað 25 metrana og við erum bara að standa við það sem við segjum, en ekki að segja eitt og meina eitthvað annað. Þannig að ég styð þetta eindregið. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta mál er nú búið að eiga sér langan aðdraganda og er hér komið inn til þess að ganga frá, þar að segja íbúakosning sem að samstarfssáttmálinn okkar kvað að við ætlum að tryggja það að uppbygging á þróunarreit á Oddeyrinni fari íbúakosningu gegnum þjónustugátt. Þróunarreit þar sem að ákveðið fyrirtæki hér í bæ var með hugmyndir uppbyggingu. Sama fyrirtæki er í dag búið að lýsa því að það er allir ekki uppbyggingu á þessu reit. Og maður veltiði fyrir sér hvað erum við að kjósa. Við förum á stað með kosningu núna sem er öll lituð af, og bæjarfulltrúi Gunnar kom ágætlega inn á það, öll lituð svolítið umræðan er öll lituð af háhýsum og háhýsum, mjög háum húsum sem fengu strax í upphafi mikil og sterk viðbrögð. Og ég sé eiginlega ekki í rauninni það að við séum að uppfylla þetta að fara að kjósa. Ég bara styð það sem að bæjarfulltrúi Hlynur kom inn á. Sleppum þessu bara. Það hefur engan tilgang. Þetta er þróunarreitur. Við eigum ekki einu sinni eina lóð þarna. Við þurfum að fara í uppkaup á svæðinu ef við ætlum að úthluta þessu og breyta skipulaginu hjá okkur. Ég var að vísu, hef lagt það til að við ætlum að fara að selja lóðir. En það er ljóst að sá sem ætlar að byggja þarna þarf að fara að kaupa lóðir og þetta verður dýr reitur. Þannig ég ég myndi gjarnan, ég vil gjarnan sjá uppbygging á Oddeyrinni og ég vil sjá byggt upp í loftið. En þessi kosning sem fer stað núna, ég held hún sé dauðadæmd. Ég held að fólk muni fella þetta, ég bara hef það mín trú með þau viðbrögð sem hafa komið hérna í samfélaginu
og þá erum við komin á byrjunarreit. Þess vegna ég frekar á því að við ættum bara að láta þetta gott kyrrt liggja, leyfa næstu bæjarstjórn að taka upp málið. Þeir geta þá mögulega leita leiða til þess í rauninni að kynna þetta betur fyrir bæjarbúum, farið í aðra áttir. Ég meina, vill einhver byggja á þessum reit? Er einhver tilbúin að taka á sig þennan þróunarreit? Er einhver tilbúin að borga þann kostnað sem að kaupa upp lóðirnar? Í upphafi vorum við með að tala um það að það var einn lóðarendi vildi bara ekkert fara á svæðinu. Þannig að við erum svona pínlítið að efna til íbúakosninga svæði sem bara svona pínlítið ekkert í okkar eigu, pínlítið óþökk eigandana, bæði tveir aðalar sem eiga þarna eignir eru bara, hún að vísa að við ætla ekki að selja, og við erum að fara í kosninga núna sem mögulega endar með því að niðurstaðan verður sú, þó hún sé ekki bindandi, hún ráðgefandi, það að fólki vilji bara lágreistar byggðir vegna þess að það er að greiða atkvæði á móti tillögu sem var svo ýkt að sló og ég meina fekk svona akureyriska skipulagshjarta til að slá. Þannig að ég pínulítið þá því að við ættum bara að sleppa þessu og við ættum í rauninni bara að vísa þessu yfir til næstu bæjarstjórnar. Það er ekki skaði með því, en við erum ekkert að fara að skipuleggja þarna næsta ári. Við erum í rauninni fullt af skipulagsverkefni sem við erum í gangi núna og það er engin þörf að fara að vinna í þessu skipulagsverkefni. Og verður ekki eins og, ég meina, það verður náttúrulega ekki ef þetta er fellt, skiljiði, en ef þetta nú samþykkt, þá erum við ekkert að fara að gera neitt hvort þið er. Þannig að ég sé bara, og þá fer ég líka að tala um, og þó að ég sé þó að þetta sé ekki stórar upphæðir, þá eru mola líka brauð í rekstri bæjarins. Og fara að setja stað einhverja 1,8 milljón sem kostar þó meira vegna þess að það er innri vinna. Við vitum líka að það kemur aukið kostnað vegna þess að nú er búið 3 möguleika í stað fyrir 2. Þannig að þetta kostnaðin er kannski ekki stórar upphæðir í hinu stóra samhengi. En engu að sé útlaga kostnað fyrir eitthvað sem ég bara ekki á að sé neitt þörf á. Þannig að ég á því að við bara að geyma þetta og leyfa síðan bara þessu að fljóta. Ég velti líka fyrir mig að hverju konur 22 metra núna. Skipulagsráð lagði til 20 metra, við vorum bara að auglýsa 25 metra, svo allt í við kemur núna 22 metrar. Er það til þess í rauninni að, ég veit það ekki, var það því að verktaki bent á það að 20 metra var ekki nógu háir? En hann samt búin að lýsa því yfir að hann vilji ekki byggja, hann búin að lýsa því yfir að hann vilji láta okkur kaupa fasteignirnar, þannig að þetta pínum svona allt á reiki. En við erum á því að ég á því bara, ég satt eins og ég sagði, ég satt hjá í bæjarráði vegna sem ég fannst í rauninni ástæða til þess í rauninni að bæjarstjórn fjallaði þetta, það var bæjarstjórn sem að ber að taka ákvörðun þetta, en ég mun ekki greiða atkvæði með þessari tillögu. Og við munum bóka, og ég mun bara koma hér upp aftur og lesa hann eftir, vegna þessa máls. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson, lokið máli sínu, næst tekið máls bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil byrja á að þakka fyrir bara fínar umræður, mér finnst þetta mjög áhugavert. Skipulag á eyrinni er svolítið svona, svolítið svona verkefni sem mér þykir svolítið vænt eða þætti vænt að færi svolítið uppbygging af stað því að við erum með vannýtta innviði og það liggja gríðarleg tækifæri í uppbyggingu á þessu svæði. Svo í svari bæjarfulltrúa Guðmundi Baldvin varðandi 22 metrana að þá grennslaðist ég fyrir að beiðni bæjarstjórnar að varðandi 6 hæðir hvað þyrfti til og þá er þarna ákvæði að jarðhæðin hýsi verslun eða aðra þjónustu og þá er krafist meiri lofthæðar þannig að til þess að koma fyrir 6 hæðum að þá þyrftu að fara í 22 metra eru þau svör sem ég fekk þannig er kannski þessi 22 metra tilkomnir burt sér frá því sem að skipulagsráð var að velta fyrir sér með 20 metrana en mér líst ekki illa á þetta er ráðgefandi kosning sem að fer þá fyrir bæjarstjórn og fyrir skipulagsráð og er þá hægt að taka tillit til og vonandi fólk sér hag í því að taka þátt í svona íbúakosningu. Það er verið að færa fólkinu í ákveðin völd og mér finnst bara
ég á alveg svona að fólk sé alveg tilbúið að taka þátt í þessu. Ég heyri ekki bara neikvæðar raddir, ég heyri alveg þá sem að vilja sjá uppbygginguna verða raunverulega að veruleika og varðandi framsetninguna þá þessi peningur sem ætlaður í þetta, að hann akkurat til þess að útboða gögn, til þess að sýna fólki þessa valkosti sem að við stöndum frammi fyrir þá með mismunandi hæðir, en ekki endarlega upphaflegu hugmyndina sem að verktakinn lagði fram á sínum tíma. Og svo, þó svo að við eigum ekki þessar lóðir, að þá fáum við hellingstekjur af þessu ef að verður byggt þarna í formi gatnagerðargjalda og annað. Og ég tala nú ekki fasteignagjöld. Og þarna segjum þetta verið 4.000 fermetrar að þá munar minna. Og ég tala nú ekki ef að fjölgar íbúum og við getum farið að nýta skólana þarna í staðan fyrir að byggja nýja skóla í úthverfum bæjarins. Þarna erum við að nýta innviði leikskóla og skóla sem eru til staðar og það fækkar börnum á þessu svæði. Ég held að við erum með reyndar fleiri reiti á Eyrinni sem eru mjög spennandi, sem við erum að vinna í, sem eru miklu minni og fara vonandi af stað á næsta ári. Ég ætla ekki að segja í ár, en það verið að vinna í því á fullu og ég bara held að þessi íbúakosning sé bara fín tilraun, hún kostar auðvitað einhvern pening, við settum þetta inn í okkar samkomulag, við myndum fara í þetta og mér finnst bara allt í lagi við stöndum við það gagnvart bæjarbúum, burt sér frá því hvað verktakinn hefur hugsað sér að gera. Það alveg búið að sýna verktakanum fram á það að það borgar sig alveg þó hann myndi ekki byggja nema 5 hæða randbyggð á þessu svæði, að þá kemur hann fyrir sama byggingamagni eins og hann áformaði í turnunum sínum. Þannig að segja það að þetta borgi sig ekki, það stenst ekki. Þannig að þetta alveg hægt. Það bara spurning áhuga og hvort að hann eða einhver annar hefur áhuga. Við þurfum líka að fá þessa vísbendingu frá bæjarbúum. Erum við bara föst í því að það megi bara ekki byggja hærra hús en fjara í bænum eða ætlum við að vera þar? Við þurfum að fá svör frá bæjarbúum líka. Ekki bara eins og kom fram í máli Gunnarssyni áðan á samfélagsmiðlum. Mér finnst allt í lagi að íbúar fá að taka þátt í svona kosningu. Takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu, orðið laust. Næst til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, takk fyrir þessar umræður sem hafa farið hérna fram. Ég tel að við ættum að fara í ráðgefandi kosningu. Ég reyndar koma því kannski bara framfæri hér að ég hefði viljað sjá þriðja valkostin vera valkost skipulagsráðs en ekki þessa tölu 22 metra yfir sjávarmáli til að reyna að ýta því upp í þessar umræddu 6 hæðir. En þar sem að þetta ráðgefandi kosning þá þetta sjálfsögðu verðmætar upplýsingar fyrir okkur sem að teljum okkur stundum fá skilaboð frá samfélaginu í gegnum samfélagsmiðla þar sem örfáir einstaklingar taka þátt í umræðinu og þarf ekki endurlega að endurspegla raunverulegan vilja bæjarbúa og ég held að þetta geti tengst ýmis annarri uppbyggingu, ekki síst í innbænum og á Oddeyrinni og í miðbænum og svo framvegis hvert hugur bæjarbúa leiðir þá í þessari umræðu allri saman og þetta ekki eina máli, það tónatröð, það miðbærinn. Það innbærinn, þannig að ég held að þetta séu verðmætar upplýsingar ekki aðeins fyrir okkur heldur fyrir komandi bæjarstjórn og til þess að eiga í samtali meðal annars verulega breytta ásýnd bæjarins og ég get alveg sagt að mín skoðun svo að sérstaklega Oddeyrin, miðbærinn og innbærinn þurfi að taka tillit til núverandi húsagerða. Ég mjög ánægð með þær tillögur sem hafa komið fram í til dæmis Austurbrú þar sem er mikið tillit tekið til nærumhverfisins og mér finnst að annars eðlis í bæjarmyndinni þessir staðir heldur en annars staðar meðal annars ofar í bænum og ég hrifin af hugmyndum þéttingu byggða og hærri byggða en ég ekki sammála því að það megi vera hvernig sem hvar sem bara til að koma því á stað. En engu að síður þá finnst mér þetta verðmætar upplýsingar mikilvægt samtal við bæjarbúa sem verður að eiga sér stað og þess vegna mun ég styðja þessa tillögu en þó með þessum fyrirvara ég hefði gjarnan viljað sjá að þriðji valkosturinn væri skynsamleg nálgun skipulagsráðs á þessum 20 metrum. Takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu, orðið laust. Næst til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta eru skemmtilega umræður. Af því við erum held ég öll svolítið sammála um það að við viljum sjá uppbyggingu á Oddeyrinni. Og við teljum líka mikilvægt í rauninni að það takist vel til. Og við fáum gatnagerðargjöld og getum farið að búti peninga og svo framvegis. Það gerist ekki á þessu kjörtímabili. Og það núna að fara að setja þessa, ég hef áhyggjur af þessu og það getur vel verið að ég hafi bara rangt fyrir mér. Og það sé bara ekki svoleiðis. Kannski verður þetta bara samþykkt og við byggjum hérna 25 metri í loftið ef við byggjum á þessu svæði. En ég hef því miður vegna þessara umræðu sem hefur verið í gangi og vegna þessara neikvæðni sem að máli byrjaði og þá held ég því miður að fólki sé svolítið með í kollinu þegar það fyrir að greiða atkvæði háabyggingar sem eru miklu hærreldur en við erum að tala um. Ég bara hef því miður áhyggjur af því. Og þess vegna kannski held ég að þetta verið svona svolítið setback fyrir okkur, slettir, á þessu máli og við munum kannski bara setja málið algjörlega í frost. Þess vegna hefði ég frekar vilja bara sjá við bara slepptum þessu og leyfðu þessu bara næstu bæjarstjórn sem að þarf að fara að taka á sem við erum ekki að fara að gera á þessu kjörtímabili. Það er enginn að fara að gera þetta neitt. Verktakarnir er ekki að fara að vinna þarna. Og það þó að við förum með þetta í 22 hæðir og bæjarfulltrúi Þórhallur segir hér að Siggi eða SS muni sjá ljósið í þessu verktaki. Hann er búinn að segja það og lýsa því yfir bæði opinberlega og við bæjarstjóra og okkur líka að hann ætli sér ekki að fara að byggja þarna. Þannig að við erum ekki að fara að kjósa um eitt eða neitt. Sagði 22 metra fyrir ekki. En 22 hæðir hefur verið alls í góður upp á flugvöllum að gera. En við hins vegar ætlum að leggja hérna fram bókun, bæjarfulltrúi Gunnfríður og bæjarfulltrúi Hlynur sem hljóma svo, þar sem þær forsendur sem lágu til grundvallar ákvörðun um íbúakosningu eru nú ekki lengur til staðar, teljum við eðlilegt sé að endurskoða þá ákvörðun. Sú bæjarstjórn sem nú situr á aðeins rúmt eitt ár eftir og ætti því að láta þeirri bæjarstjórn sem tekur við eftir að ákveða hvað þarna verður gert frekar en takmarka framtíðar ákvarðanir um uppbygging á svæðinu við niðurstöðu íbúakosningar, þar sem óljóst er hvað er verið að kjósa annað en mögulega hæðir byggingar á svæðinu en engar nánar útfærslur. Þetta legg ég bara fram hér og munum greiða atkvæði á móti þessum kosningum. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson, lokið máli sem ég ætla að biðja varaforsta að taka við stjórnina og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég mun styðja tillöguna. Ég tel að eins og að bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin reyndi að koma inn á, þetta gerist ekki á þessu kjörtímabili, en skipulagsmál taka langan tíma og ég held að þetta þoki okkur í rétta átt og við eigum ekkert að stoppa þó að það sé ekki okkar kjörtímabil, við hljótum að hugsa miklu lengra fram í tímann. Þannig að ég sjálfsögðu styð þetta og vil lesa hérna bókun fyrir hönd þeirra sem gera slíkt. Það er bæjarstjórn hefur nú þegar samþykkt að fara í íbúakosningu þessar breytingar og telur meirihluti bæjarstjórnar nauðsynlegt að standa við þá ákvörðun. Í samstarfssamningi bæjarstjórnar er lögð áhersla á aukið íbúasamráð og teljum við þessa kosningu vera gott skref í þeirri vegferð að gefa íbúum tækifæri til þess að sýna vilja sinn. Svo vona ég bara að verði góð stemming í þessari kosningu og verði mikil þátttaka. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færi henni aftur stjórn fundarins. Já, takk fyrir það. Orðið er laust. Þar sem fleiri hef ekki hvatt sér hljóð þeir sem geta samþykkt tillöguna, gefið merki. Það eru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Þeir sem eru á móti, 3 og hún telst þá samþykkt.